Nú rúmt ár síðan fyrsta skóflustungan af glænýju fjósi á Syðri Hofdölum í Skagafirði var tekin og búskapurinn gengur glatt. Á bænum í raun 3 kynslóðir kúabænda sem vinna saman. Við erum við og Klara og foreldrar mínir sem eigum búið og þau eru svo að vinna hjá okkur, sonur minn og tengdóttir. Og það náttúrulega bara gríðarleg innspýting bara fyrir okkur öll að fá unga fólki heim og þau séu tilbúin að taka þátt. Og náttúrulega hlýtur að vera snillt fyrir þau að byrja þá í almennilegri aðstöðu heldur en að vera í einhverju svona annars flokks, ef hægt er að segja svo. Já, það nú svo mikið í boði fyrir ungt fólk í dag, þannig að maður veit svo sem aldrei hvað unga fólkinu dettur í hug. Nei. Þannig að það hlýtur að vera svolítið ánægjuefni að þau skyldu koma heim og hjálpa með þetta. Já, það alls ekki sjálfgefið nefnilega. Nei. Og þannig að það var svona stór hluti ákvörðunni raunverulega að þau voru til í að takast á við þetta með okkur, þetta verkefni þannig að það var ákveðið að láta slag standa. Ekki líka bara skemmtilegra að hafa krakkana með? Jú, svo bara, þú veist, þetta allt léttara, það menn geta svona skipst aðeins á og aðeins lítið upp frá þessu. Það er nauðsynlegt líka náttúrulega að komast aðeins, sjá eitthvað annað og brjóta upp svona hversdagsleikann. Hvernig er verkaskiptingin? Það er svo sem ekkert komið neitt núna, það er svona í planinu að hafa eitthvað frí svona aðra hverju helgi eða eitthvað, að koma einhverju rútína á það þannig að sé svona frí annars lagið, það sé ekki allir að mygla frá því að skilur fá aðeins lausan tauminn svona annars lagið. Eru foreldrarnir ekkert og ströng við ykkur? Nei, alls ekki sko, þau eru mjög líbó. Þetta er mjög þægilegt sko. Og var alltaf planið að koma og hjálpa til hérna? Já, það var ekkert annað í stöðunni sko. Hvað fóruð þið saman í skólan? Hvað eru þið búin að vera lengi saman? Já, við erum búin að vera saman í 7 ár og fórum saman í skólan bara eftir framhaldsskólanámi. Nú er margt sem hægt að gera í heiminum. Langaði ykkur alltaf að vera bændur? Já, það bara var ekkert. Alveg eins sko. Ég hef rosalega mörg áhugamál. Ég var eiginlega ekkert búin að ákveða þannig hvað ég ætlaði að gera í framtíðinni. Er eitthvað svona fleira sem þú getur hugsað þér, eitthvað sem þú myndir geta kannski gert með eða eitthvað? Já, ég fór eftir Hvanneyri í förðunarskóla í Reykjavík Make-up School og lærði förðun þar. Og svo er ég rosalega gaman að myndlist líka og ég hef fullt af áhugamálum. Það er nú ekkert erfitt að vera listamaður þegar maður býr á svona fallegum stað. Nei, alls ekki. Ég er alveg með fullt af hugmyndum þegar maður hefur þetta útsýni sko. Já, það eru forréttindi að fá búa út sveit. Já, það eru það. Það er alveg svoleiðis. Búskapurinn á Syðri Hofdölum ekki bara tímabundið stopp hjá krökkunum, en þau eru tilbúin með teikningar af einbýlishúsi sem þau ætla að byggja á landinu og eru spennt fyrir því að hefjast handa. Það verður á þeirra sögn barnaleikur þegar maður búin að byggja heilt fjós. Hvernig gekk að byggja fjósið? Það gekk allt mjög smurt bara og vel, sko, ótrúlega hratt. Og flutti inn bara ári eftir tókum fyrstu skóflustungu. Það er eiginlega bara magna hvað þetta gekk vel, eða það var svo lítið af einhverjum svona truflunum eða og alltaf þegar það þurfti að steypa eitthvað, það var bara gott veður og þetta bara gekk rosalega vel. Við tókum fyrstu skóflustunguna 31. mars fyrir ári síðan, rúmu, og tókum það svo í notkun eiginlega sléttu ári seinna. Og þannig að það var mikið bylting að komast í svona betra húsnæði með bæði fyrir menn og skepnur. Já, þið voru með básafjós áður? Já, vorum með básafjós og rörumeltakerfi og brautir og svona var svona eins gott og það gat verið við þær aðstæður en þetta er náttúrulega bara himinn og haf sérstaklega kannski fyrir skepnurnar að losna af básunum. Það verður ekki að vera bundnar megnið úr árinu fastar. Já, finnið mun á þeim? Er það léttari á sér? Já, bara allt önnur stemming í fjósinu heldur en var. Já. Allt svona miklu rólegra og afslappara og þeim greinilega líður mun betur. Margar svona eldri kýr sem voru svona stirðar og svona hálf stirðbursarlegar á básunum og standa upp og svona þær hafa bara öðlast nýtt líf, þetta er að komast hérna. Já, þær eru bara endurfæddar. Já, liggur við sko. Já. Hvernig var að taka þessa ákvörðun að fara í svona stóra framkvæmdir? Hvernig gekk það? Þetta er náttúrulega þó nokkuð pakki svona fjárhagslega en við erum svo sem ekki það gömul við Klara að við ákváðum að og næsta kynslóð tilbúið að koma með, taka slagið með okkur og þannig að það var ákveðið að slá bara til og ef við ætluðum að fara í einhverja framkvæmdir þá var alveg gott að gera það fyrir seinna og komast á í betri aðstöðu
heldur en að vera að brasa í hinnu áfram. Saga fjölskyldu Atla á Syðri Hofdölum nær næstum því heila öld aftur í tíman. Við flytjum hérna, forfeður mínir 1936 frá Atlastöðum í Svarfaðardal og hann ég er semst 50 ættliðin sem að bý hérna og Friðrik og Lilja þá svo 70. Já, og þetta er fallegur staður hérna í Skagafirði. Þið sjáu vel yfir fjörðinn og Héraðsvötnin og þeir eru með land hérna alveg niður eftir og nóg af votlendi. Já, við þurfum vantarlega ekki að kolefnisjafna okkur mikið því að hér er mikið af mýrum og votlendi sem engin leið að ræsa fram þótt að maður glæði vildi. Forfeðinni sem fluttu hingað, hvernig var aðstæðan hérna þegar þau hófu búskap? Það voru náttúrulega bara torfhús, íbúðarhúsi er byggt sko 1952 og 3 ég man rétt og fjósi og eitthvað örlítið fyrr sennilega, gamla fjósi sem við vorum svo í að mjólka alveg fram á síðasta ár. Og reynda búið að breyta því og bæta við aðeins en í grunni sama byggingi. Þannig að það er búið að gera þó nokkuð mikið síðan að við byggjum ný fjárhús 2003 fyrir 700 kindur og þannig að það er búið að peppa þetta vel upp eftir að segja svo. Já, þeir eru með líka fullt af kindum og hesta. Já, það er nú kannski... Nóg af dýrum. Já. Hestarnir eru nú svona... Að tímabili þá var þetta svona hluti af, þó nokkuð stór hluti af búrekstrinum og ég vann við þetta tamningar hér áður en svo fer maður að forgangsraða þegar maður verður eldri og skynsamari eftir því hvernig afkoman er og þá lendir þetta býsna aftarlega á forgangslistanum. Já. En samt sem áður erum við nú enn að í svona lítilli ræktun og erum aðeins að temja og selja hross og svo er fóldakjöti mjög gott að bragði líka. Já, gott að grillið. Já, gott að grillið. Og en svo bara því við búum hérna í þessu umhverfi þá er nauðsynlegt að eiga svona 50-60 hross til þess að skera sig ekki úr. Já, ég segi það. Það er ekki bara að gera brottræk. Já, það leikur við. Svo náttúrulega getum við fyrir vikið við eigum uppreistur í Kolbeinsdal og það er réttum í Laufskálarétt, þannig að hann væri nú hálf hallærislegt að geta ekki tekið þátt í því. Nei, það er nú ansi margir sem mæti í Laufskálarétt á þess að eiga eitt einasta hross. Jú, og finnst jafnvel hrossin verið til trafala. Ég segi það. Standi vegi fyrir skemmtuninni. Já.